Herri, jæja, þá ætlum við hérna, við erum sem sagt að rifja upp lotu 3 og þetta er fyrsta dæmið, þetta er dæmi 3A4, upprunnin fyrir það og í því að þá erum við gefna einhverja svona jöfnu fyrir línu, ok? Og spurningin er, eða verkefnið, að það er að finna hnitpunkts á línunni sem er með hnitið sem er með x hnitið 3. Ok, þessi spurning hérna, finna hnitpunkts á línunni sem er með x hnitið 3. Út frá því getum við sagt að x er sama sem 3. Við viljum finna hnitapunkti sem er x hnitið 3, þá getum við sagt að x er sama sem 3. Þá getum við bara hort á línuna, þessu jöfnu, og sagt, ok, ef að x er 3, þá getum við bara sett 3 hérna beint inn. Þá getum við sagt að y er sama sem 2 sinnum 3. 3 er komið í staðinn fyrir x okkar. Og þetta er hvað? 7. Það er að segja að þegar x er 3, þá er y 7. Þannig að þetta er punktur á línunni. Hnit punktsins er þá, ok, hnit er alltaf 2 tölur. Annars vegar talan fyrir x-hnitið og síðan fyrir y-hnitið. Og x-hnitið er 3 og y-hnitið er 7. Þannig þetta er hnit punktsins. Ok, herði, breytum þessu aðeins. Maður fara hérna til þér. Ég ætla bara að skrifa jöfnuna aftur upp, þannig að við séum með hana fyrir framan okkur. Þetta er línun okkar. Núna er verkefnið aðeins öðruvísi. Það er að finna hnitpunkts á línunni sem er með y-hnitið 5. Ok, núna erum við með gefið y-hnit, þannig að við getum sagt hérna y er sama sem 5. Ok, þá getum við tekið þessu jöfnu fyrir línuna og bara endurskrifa hana. Í staðinn fyrir y, þá setjum við bara 5. Þannig kemur 2x plus 1. Og þá verður núna bara svona einangrunar vandamál. Finna x-ið. Einangra það, þannig við viljum losna við 1 hægra megin. Þá gerum við mínus 1 báðum megin. Þetta verður 4. Þetta verður 2x, deilum x með 2, til þess að losna við hann tvist hérna. Þannig að x verður sama sem 4 deilt með 2 sem er sama sem 2. Og þá getum við skrifað endilega svarið, að hnitið er, munið x-hnitið er alltaf fyrst, það var 2, y-hnitið var 5.